Við erum stödd í fjárhúsinu á Galtastöðum Ytri í Hróarstungunni og ætlum að líta á sauðburð hjá Stefáni sem nýútskrifaður búfræðingur. Þegar okkur bar að garði var Stefán að byrja að marka lömb og fengum við að taka þátt í því. Lömbin á bænum eru merkt á 2 vegu. Annars vegar með plastmerki með bæjarnúmeri og einstaklingsnúmeri og hins vegar með bæjarmarki sem klippt í eyrað á lambinu, en það gert til að lömbin þekkist aftur að hausti í réttum ef þau missa plastmerkið. Þannig þú klippir bara í eyrað? Já, ég klippi aðeins svona, þetta sérstakt mark sem við erum með. Já. Og það svona á tvílembingunum. En finna lömbin ekkert til? Nei. En þeim finnst þetta ekkert gott? Nei, kannski ekkert gott, en ég held að þeim finna ekkert fyrir þessu, sko. Og svo setur eyrnalokkin? Já. Það frekar að finna fyrir honum, sko. En það eiginlega ekkert sem að, ef þau eru ung eða mörkuð nú ung, sko, já, þá finna þau ekkert fyrir þessu. Og hvað þetta lamb gamalt? Fæddist, gæra fyrradag held ég. Já, þetta stelpa eða strákur? Þetta gimbur. Þetta gimbur. Sér það engin pungur á henni, sko. Í fjárhúsinu á Galtastöðum eru 350 kindur frá veturgömlu til 9 vetra. Áætlaður fjöldi lamba í þessum sauðburði á milli 550 til 600. Akkur ákvaðst þú að gerast bóndi? Það bara svo skemmtilegt. Já? Það svona, já, bara var alveg upp í sveit og var skemmtilegt að vera alltaf í sveitinni. Og ertu búinn að læra þetta eitthvað? Ég er búfræðimenntaður. Þú ert búfræðimenntaður? Nýútskrifaður. Já. Ég er nýbúinn, ég er útskrifast núna í júní. Stefán klár á því að verði enginn ríkur á því að vera bóndi og segir hann mikilvægt að vera útsjónasamur og sjá hvar hægt sé að skera niður og spara. Hann telur það einnig vera möguleika að vera útivinnandi hluta úr ári. En hvenær myndirðu segja að væri svona háannatími hjá bændum? Það er náttúrulega á vorin, já, vorin, sumrin og haustin. Eiginlega. Já. Alltaf nema á veturna, sem sagt. Alltaf nema á veturna, sko, já. En gætirðu lýst fyrir mér svona hefðbundnum degi eða degi í lífi bónda? Sko, hann er náttúrulega mjög misjafn eftir ástímum, sko. En eins og núna þetta svona, já, maður vaknar einhvern tímann eftir hádegið og ég er á næturvakt, sko, vaknar eftir hádegið og síðan bara niður í húsum mest allan daginn og fram á morgun. En eins og þú segir, þú ert á næturvakt. Hvað felst í því að vera á næturvakt? Þá er maður bara í fjárhúsunum á nóttunni, að vakta þær á nóttunni, sko. Og hvað það sem þarf að vakta? Bara að passa að það drepist ekki þegar það er að bera og að það kemur vitlaust að hjálpa þeim og... Já, það þarf greinilega að huga að mörgu í sauðburði og margt sem getur farið úrskeiðis, en til að koma í veg fyrir það staðinn sólarhringsvakt í fjárhúsinu. Óbornu kindurnar eru saman í stíu, en eftir að þær eru bornar þær settar í einstaklingsstíu og hleypt út nokkrum dögum síðar ef allt lítur vel út. Hvað svona venjuleg kind með mörg lömb? Þessar eru með, flest allar eru með 2, nema sem eru rauðmerktar, þær eru með 1. Það er búið að fósturtelja í þeim, sko. Fósturtelja? Já. Hvað er það? Þá eru fósturinn talin í þeim. Í febrúar, mars kemur kall hérna og telur fósturinn í þeim öllum. Með sónavél eða hvernig það gert? Já. Og það algengt að það sé gert? Já, það verða það. Nú til dags, sko. Það meiri hluti bænda sem gera það, sko. Það voru engir þrílambingar? Jú, það voru 23 þrílambingar. Og fá þær þá að halda öllum 3 lömbunum eða? Nei, þær hafa ekki, þær eru náttúrulega bara með 2 spena, þannig að þær eru sinna bara 2 lömbum nema mjólk eitthvað mjög vel, en við samt tökum alltaf undan þeim. Og hvað gerið þið við 3. lambið? Við reynum að venja undir bara, ef það ber einhver einlend, þá venjum við undir hana, annars bara verður hana heimaling. En það er líka málið, sko, þess vegna svona þægilegt að vera með, láta fósturtelja, þá hægt að venja undir, sko, ef það ber 3 lamba og svo einlamba að bera, þá getur maður látið lambið til hennar áður en hún ber, sko, þá steinleikur það eiginlega, sko. Já. Það er svona
það klikkar eiginlega ekki, sko. Þannig ef maður lætur ekki fórst telja, þá veit maður ekkert hver með 3 og hver með 1 og þannig maður getur ekkert meira málavenju undir, þannig séð, sko. Og svo líka bara upp á fóðrunina. Það gefum fóðurbæti 3 lömbunum. 1 lömbum kannski ekki alveg jafn mikið. Svo lömbum ekki alltaf stór. Á bænum notast þau við þurrheysverkun í bland við heyrúllur. Stefán segir ástæðuna vera að þau hafi verið mjög heppin með veðurfar í slátturtíð og að heyskapurinn hafi alltaf heppnast vel. Vinnslutíminn á þurrheyinu sé einnig styttri og það sparist umtalsverður peningur við kaup á rúlluplasti. Hvernig þetta hey þá unnið? Það unnið bara alveg eins og rúllurnar, sko, en það náttúrulega tætlað einu sinni 2 ári viðbót og það liggur kannski 1-2 daga lengur á velli, sko, út á túni. En hvernig því safnað saman? Bara með rakstravél og svo tökum við upp á heileysluvagni. Handunnið þá? Ja, bara á traktor, sko. Og tökum við upp að rökum í garða og tökum við upp með heileysluvagni. Svo komum við hérna fyrir utan blásari sem er dráttarlagnúin og svo rör hérna alveg upp og við sturtum úr vagninum hérna fyrir utan og handmókuð inn í blásarann og hann blæst í hérna. Svo fer það hérna með heitreifikerfinu og það gengur svona fram og tilbaka og endinn að þau snýst þarna. Þannig að það dreifist jafnt að þetta hlöðina. Þannig að við þurfum ekki að gera nema bara að móka í hlöðina. Þangað til hún er orðin hálf full, þá getum við farið þá þurfum við að festa stútinn og setja í annað hvoru hliðarnar. Þannig að þetta þannig virkar það. Við ljúkum heimsókninni hérna á Galtastöðum á bóndanum að sinna ljósmóðurhlutverkinu. Litla lamb, vertu velkomið í heiminn.